ætlum að fjalla innsæi með stóru I og stóru S-i í dag. Hún Hrund Gunnsteinsdóttir gestur minn og við ætlum að grafast fyrir það hvað við getum lært innsæið og hvernig við getum nýtt okkur það betur til þess að eiga betra líf og verða hæfari í verkefnum lífsins. Og við ætlum að fara með Hrund inn í hennar heim sem er alþjóðlegur, þar sem að hún fer allan heim og kennir svona stórum leiðtogum innsæi. Flytur fyrirlestra á TED og á svona merkilega sögu til dæmis í áhugaverðu nýju sambandi við Alfred Gíslason sem að margir þekkja og við ætlum að kynnast Hrund í dag. Velkomin Hrund. Takk fyrir, gaman að vera með þér. Við vorum nú að fyrir okkur á því við höfum báða mætt í svörtu í dag. Já, hvað gerast? Ég held að sé bara til að draga fram hennan fallega rauða lit og kraftin í, það ekki? Er það ekki? Þú ert ekki vön að vera í svörtu? Nei, ég er vön að klæða mig frekar svona litríkt. Já. En svo, einhver sagði mér fyrir nokkrum árum að þegar maður fær í svart, þá lokar maður inni orkuna sína. Og kannski gerir maður það þegar manni vantar að haldinu bara fyrir sig. Mér leiðsamt ekki þannig í morgun, sko. En ég einhvern veginn valdi þessa skyrtu, ég veit það ekki. Þannig að ég held að setja að draga fram þetta rauða fallega. En eigum við einhvern veginn, hvernig myndum við vinna með það út af því að við viljum ekki loka orkun okkar inni og við, þú veist, hvernig skilur þetta með orku? Ég held að við séum bara svo vel kjarnaðar. Já, að við erum bara samankomnar. Já, við erum bara kjarnaðar í orkun okkar. Við mætum bara algjörlega í fullri vitund á staðinn. Er það ekki bara? Jú, allir það ekki bara. Og þarna, þetta er bara góð byrjun. Ef þú getur talað aðeins það, hvað það þýðir fyrir það að vera kjarnaður og þessi orka og þá hvernig það tengist þessu viðfangsefni þínu, innsæinu. Já, ég held að bara til að zooma eins út bara í heiminn sem við búum í dag og þegar ég segi heiminn þá meina ég alveg hverfið okkar, landið okkar og heiminn, þú veist, eins og hann er. Þú veist, hann að hreyfast svo hratt, það svo mikla breytingar. Þú veist, það svo mikið svona margfeldis áhrif breytingar sem eiga sér stað, þú veist, gervigreindin, tækniþróun, alls konar svona vendipunktar sem eiga sér stað í veðurkerfum. Það pólitísk ókyrrð, það átök og það er bara svo margt í gangi, mikla breytingar og við sem erum út á vinnumarkaði vitum að það oft talað bara vinnumarkaðurinn að breytast og það eru svona margir að missa vinnuna og það alls konar svona óþægileg tákn á lofti líka. Í heiminum, það svona óróleiki í heiminum. Svona óróleiki í heiminum og ef við setjum þetta þannig upp að það óróleiki í heiminum, heimurinn einhvern veginn á fleygiferð. Og hvort sem heimurinn eða bara líf okkar, þá gerist það stundum að hugurinn fer líka á fleygiferð og verður nánast óstöðundi og við förum svolítið bara að búa í hausnum á okkur. Og það sem gerist í tengslu við innsæið að innsæið grunnurinn að greind okkar. Þetta ekki bara svona eitthvað lítið brot af heilastarfseminni, þetta bara grunnþáttur í greind okkar sem hefur þróast með okkur frá örófi alda og hæfni sem hefur sérstaklega þróast fyrir mannkynið til þess að geta tekist á við breytingar, aðlagast, búið til eitthvað nýtt og svo framvegis og framvegis. Þannig þetta grunnþáttur í greind okkar og við erum öll með innsæi en það algjörlega upp á okkur sjálf komið að tengja við það. Getur þú útskýrt hvað innsæi fyrir þér? Þú talar þetta þáttur í greind okkar. Er þetta eina greindunum í fjölgreindakenningunni eða þetta... Sko bara til að halda áfram með að heimurinn sé á fleygiferð og við erum í honum. Já. Og þegar allt á fleygiferð í kringum okkur og við og hugur okkar fyrir fleygiferð, hvort sem í persónulega lífi eða í umhverfinu okkar, að það væri svo mikilvægt fyrir okkur að setja akkerið inn í okkur, að setja þungamiðinu inn í okkur, þannig að við séum ekki bara eins og svona flotholt út á hafi sem bara fylgir einhverjum straumum á stefnum, heldur erum einhvern veginn kjörnið inn í sjálfum okkar með sterkan inn í áttavita til þess að geta ákveðið hvert ætlum að fara og mér finnst oft gott að útskýra með myndlíkingu ef við ímyndum okkur að ég og þú séum bara núna og hlustendur út á Ballarhafi við erum bara út á miðju hafi og við erum ekki með báti eða neitt, það bara líkaminn okkar, þú veist, við erum þetta bara eitthvað
og það ekkert land í augsýn, við höfum engan bát og þetta svolítið svona myndlíking fyrir heiminn sem við búum í dag. Þannig svona eins og ólgusjór eða sjór eða haf bara. Leiðir liggja til allra átta. Og við erum hérna bara einar út á hafi að sprikla og þá regla nummer 1 að hafa höfuð upp úr svo við druknum ekki til að lifa af. Já. Og regla nummer 2 að velja í hvað áttu við ætlum að fara. Og þetta miklu mikilvægari og flóknari spurning. Og til þess að geta valið í hvað áttu við ætlum að fara þegar að það mikill óútreiknanleiki, það ríkir óvissa en leiðir liggja til allra átta, þá skiptir öllu máli að vera vel tengt við innsæið vegna þess að það svo mikill grunnþáttur í greind okkar á hugsun og mannesku og svo mikið grunnhráefni til þess að geta haft innri áttavita vegna þess að ef að við erum ekki tengt við innsæið okkar, þá eru ytri þættir að stýra því. Vegna þess að við tökum upp svo mikið af upplýsingum af öllum líkamannum og öllum skinnfárunum. Við erum ekkert meðvituð nema bara lítið brot af öllum þessum upplýsingum, en allar þessar upplýsingar að móta okkur skoðanir, okkar viðþorf, okkar viðbrögð, okkar leið í lífinu og því minna sem við erum tengd þessu, tengd innsæin okkar og þessari greind, því minna erum við stjórnvölin hver við erum, hvernig aðrir upplifa okkur og hvert við erum að fara með líf okkar og erindi. Þannig að þetta eiginlega að tengja við sjálfan sig. Þetta að tengja við sjálfan sig og kannski aðeins bara til að jartengja líka orðið innsæi. Innsæi sem sagt þekking, greind, reynsla sem við söfnum yfir tíma og mótar svona hvernig við hugsum og greinum og sjáum hlutina. Þetta ekki eitthvað sem gerist bara svona. Er þetta þá svona eins og sálin eða er þetta eins og svona við reynum átt okkur á því hvaða að tengja við sjálfan sig, hvað erum við að tengja við? Sko þetta svo frábær spurning vegna þess að nú ég búin að skoða innsæið yfir 20 ár og ég hef skoðað út frá eins mörgum sjónarhornum og ég get og eina af ástæðunum svo að innsæið vill ekkit að við setjum það í eitthvað box eða síló eða sérgrein. Það á við allt, þú veist, og það vill bara, þú veist, fá að flæða þannig að þú veist, nú geti ég setta með hatt taugavísdamanniskunar og sagt, þú veist, taugakerfin okkar eru stöðugt að eiga samskipti. Þau móta hvort annað, bara á þess að við tökum eftir því, skilur. Við flytjum skilaboð á milli líkam okkur í gegnum heilabylgjur, taugafrumur, hjartslátturinn okkur getur fara að slá í takt þegar við erum saman í sama rými, við stillum okkur svona af saman. Þetta eitt og sér hefur áhrif á hvernig okkur líður í rými og með öðrum. Ef við erum rosalega stressuð og hert og kvíðin, þá mjög erfitt að fá aðganga innsæinu sínu. Það svo rólegt, þú veist, það bara hana. Já. Og við þurfum að vera svolítið vel stillt til þess að ná inn á það. Nú, fæ ég svona, verður svona spennt að spá í þetta með þér út af því að þetta hefur að gera með orku eins og þú segir, við stillum okkur saman þannig að það þú veist, það orka í innsæi og það þá örugglega einhver tenging við einhver hugsanlega alheimsorku. Hvernig sér þú þetta sjálf í upplifun þín af þessu? Finnst þér eins og sért að tengja við alheimsorku þegar þú tengir við innsæið? Sko, já, þú veist, ég get alveg tekið undir það, þú veist, og svo bara spurning hvað við lesum í alheimsorku, þú veist, það er til dæmis, það tíðarandi sem að, þú veist, þú svona tengjum við á hverjum tíma, en það hægt að útskýra líka svo marga vegu, þú veist, það sko vinnan mín gengur rosa mikið út á það að fólk eins og ég og þú skiljum hvað innsæið hvað það kemur, hvernig það þróast yfir tíma og það rosalega margt sem kemur að því að þróa innsæið. Til dæmis ef að þú ert starffræðingur þá þegar þú ferð að vinna með starffræðina og þú ert svona prófa alls konar, reyna alls konar og hugsaðlega að kenna starffræði og gera rannsóknir og hvað eina, þá dýpkar innsæið þitt á sviði starffræði. Þú veist. Já, þannig að reynslan bætir hérna í þann banka. Já, og það sem svo mikilvægt að halda til haga að sko greiningarhugsun okkar og lógikin og rökhugsun
vinnur með insight, þetta ekki svona aðskilið. Til dæmis, til þess að geta fært rök, þá þarfst að vera með gott insight. Þú getur ekki verið ótengd eða ótengdur efni, viðfangsefni eða fólki og haft gott insight inn í það. Þú verður að vera tengd viðfangsefnin eða tengdur til þess að geta fært rök og haft gott insight inn í það. Og leiðtogar í dag, stjórnendur leiðtogar, stjórnmálaleiðtogar, þeir þurfa að hafa góða tengingu við umhverfið sitt og fólki sem að þjóna, og ég undirstrika þjóna, þetta er opinber þjónusta að vera pólitíkus. Þú þarfst að vera tengdur fólkin til þess að hafa raunverulega gott insight inn í það. Annað dæmi er að án insights þá værum við ekki skapandi. Við værum mjög líklega ekki með mikið ímyndunarafl eða með ímyndunarafl. Við værum ekki nýsköpun. Þú veist, þannig að insight er svona svo mikill grunnþáttur af greind okkar. Og stundum erum við bara að skynja eitthvað og við getum kallað það, þú veist, tíðaranda, alheimsorku, alls konar og það er mjög margt af þessum sviðum sem við í rauninni vitum ekkert mikið þú veist, sko, áþreifanlega, rannsóknarlega eða vísindalega og sumt sem við vitum mikið en í öllu falli þá er svo mikilvægt í minni vinnu að kenna fólki að læra inn á það, þú veist, hvað er það sem að gefur innsæinu þínu upplýsingar að því að sko það stundur sagt að 95-99% öllu sem við pikkum upp með skinnfærunum og heilanum og augunum og öllu skiluru í gegnum einn dag, það er ómeðvitað. Það er bara 1-5% ef við notum einhverjum svona myndlíkingu, þú veist, sem við erum meðvituð virkilega meðvituð að sé að gerast og við séum að pikka upp. Og insight hjálpar okkur að tengja við þessa skynjun og þessar upplifanir sem eru mjög raunverulegar. Þú veist, það geta verið til dæmis, ég var að tala hjá félagi íslenska hjúkrunarfræðinga í síðustu viku og hjúkrunarfræðingar og læknar eru svo stétt sem notar insight mjög mikið og það er búið að gera mjög margar rannsóknir á því, hvað sem sjúkraliði, skilur, þú ert í umönnun, þú horfir á fólk, þú fylgist með fólki og upprunnilega latneska þýðingin á orðinu intuition, er að fylgjast nákvæmt með. Þú veist, observe, þú veist, að fylgjast með, þannig að þú ert svolítið að horfa á og fjalla án að dæma, þú veist, þú ert bara svona að taka eftir. Já. Sem er líka held ég ástæðan fyrir því að við höfum oft talað móðurlegt insight. Það vegna þess að mæður fylgjast með börnunum og auðvitað feður líka, þú veist. Þetta er svona gamla hugsunin líka, veist, er hún nær langt aftur, öllu heldur. Að þegar við fylgjum snáið með einhverju manneski, einhverjum aðstæðum, einhverju rannsóknarefni, einhverju samfélagi, einhverjum upplýsingum, þá dýfkar insight okkar inn í það. En við verðum að vera meðvituð og kunna þjálfa insight og treysta insightinu og vita munin á insight og ótta, insight og óskhyggju, insight og fordómum, insight og fíkn. Við getum kannski verið með einhverja fíkn. Hvað segir þið? Insight og kvíða. Og kvíða. Þú veist, oft og nú þetta mér í hug þú veist, vera að fara kannski upp í flugvél og fá einhver svona tilfinningu og ég þekki það að þurfa að vita, er insight að segja mér eitthvað eða er þetta kvíði? Akkurat. Myndirðu tengja við þetta? Algjörlega, þetta er frábært dæmi að því að þú ert líka að deila því með okkur að þú veltir í fyrir þér, er þetta insight eða kvíði og þar þarf þú að þekkja sjálfa þig nógu vel til að vita munin. Þess vegna er þetta svo mikið sjálfsvinna sem við þurfum að fara í, hvort sem við erum að byggja upp insight í ein lífi eða bara faglega. En kannski þetta mér líka í hug í sambandi við svona dæmi og út af því að nú erum við að reyna að skilja insight og því það er svo ótrúlega abstrakt og þú kannski algjör sérfræðingur á þessu sviði og ég er forvitin að heyra þú veist betur hvar við finnum það, hvernig það verður til og hvernig við getum nýtt það. En þá í þessu dæmi þar sem ég segi er þetta insight sem er að segja mér eitthvað, þá er það á einhvern hátt líka að við fáum skilaboð. Já, þannig að algjörlega. þá er það orðið svolítið andlegt. Já, sko, þú veist, sko málið er það, þú veist að ef að við köllum það andlegt og það er bara fínt, bara gott og vel, gott og blessað og út frá mínu sjónarhorni séð, þú veist svona almennt, þá skiptir ekki öllu máli hvað við
köllum það getur verið andlit, auðvitað það andlit af því þú ert að nota hugan, þú ert að nota tilfinningarnar og þú ert að nota, þú veist, þetta andlega, til dæmis, út frá mínu sjónarhorni þetta hvernig við erum öll samtengd og samofin, ekki satt? Já. Hvernig við erum hluta stærri heild, þú veist. Við erum sem manneskjur svona eins og vistkerfi, hugur og líkamur tengd, taugakerfi tengt við heilan, heilin tengir okkur við hugsunina, líka bara velja, þú veist, allt þetta skilur við. Og við erum með rosa mikið að skinnfærin sem skinnir rosa mikið og eins og við lýstum áðan, þú veist, hvernig heilarnir okkar tala saman og hjörtun og lungun og taugafrumunar og allt skilur, svona kerfi sem alltaf eitthvað svona að interakta. Já. Svo eru við vistkerfi inn í stærra vistkerfi. Inn í stærra vistkerfi og þá erum við komin í þetta, þú veist, það sem ég tengi við andlega og mér langar að heyra hvort þú sjáir það öðruvísi. Þessi trú að við erum öll samofin og samtengd og hluti af einni heild. Það í raun út á taugavísindum og andlegum fræðum mjög óskilt hvar ég enda og þú byrjar. Já. Hvernig myndir þú útskýra þetta öðruvísi? Ég upplifið það mjög sterkt sem sagt að við séum tengt, þú veist, í svona alheimskerfi. Já. Og mér finnst það einhvern veginn, og ég forritin að vita hvað við eigum að kalla það út af því að þetta svo abstrakt þegar við erum að tala orku og tengingu og við erum að tala alheimsorku, já, og bara við tölum Guð í því sambandi og sem ég segi bara við séum öll með svona sálartengingu við þessa alheimsorku. Já. Og ég einhvern veginn upplifið það þannig og ég forritin að vita út af því að þú ert náttúrulega líka að vinna með þetta svona faglega og ert að höfða til stórs hóps fólks. Já. Þú veist, hvað máttu fara langt í að tala þetta sem svona andlegt? Ég mæti fólki bara hvar það er. Ég skoða, við notum alls konar orðalag og við komum á svo ólíkum áttum. Þú getur ímyndað muna þegar ég að vinna með ungra manneskjur sem að útskrifast úr einum virtasta háskóla heimi versus eldri manneskjur sem mjög djúpa þekking og sem verkfræði og starffræði, þú veist, ólíka kynslóð, við skiljum bara, þú veist, eða unga manneskju útskrifast á háskóla sem ekki virtur, við skiptir ekki máli, bara, þú veist, bara rosalega ólíkt fólk, þannig að ég rýni í orðanótkun fólks, hvaðan það kemur og svo reyni ég að horfa inn í kjarnan á því sem það að reyna að segja, þú veist, og þegar ég að kenna innsæi, það held ég mig alltaf við rannsóknir praktis og með praktík á ég við sögur af fólki og sambandi þess við innsæi, dæmi fólki í íþróttum, fólk sem landkönnuðir, fólk sem að breyta heiminum inn að geðsalapa á einn eða annan hátt, að fara inn á nýtt svæði og skapa eitthvað nýtt, þú veist. Og þá notar maður þessa sögur og kafar ofan í þær og þær rannsóknir og þessu og frásagnir og annað. Ég fyrir líka aftur í tíman í andlifræði og tímalausfræði sem að nútíma vísindi eru líka svolítið að renna stoðum undir. Þú veist, vísindin eru svona að ná í skotti af aldagömlum fræðum á sem við séum eins og þessum. Nefndu dæmi bara eins og með innsæið. Já. Þú veist, ég meina það ekkert langt síðan að ég byrjaði að vinna opinberlega með innsæi og það var bara mjög mikið sprengjusvæði að fara inn á. Af því að þarna, þú veist, ég man þegar við byrjum að gera heimildamyndina með innsæi, þá kom ég með í þess að hugmyndina 2010 og við fórum að kynna þetta inn í, þú veist, bransanum, heimildamyndabransanum, þú veist, og líka utan landstinnana. Og þá var viðkvæði stundum, er þetta svona New Age, er þetta svona nýaldar eitthvað. Já. Sem þýðir, er þetta óstaðfest af vísindum. Já. Og við erum búin að vera svo kyrfilega föst í að það má ekkert nema þessi búið að staðfestaði vísindum. En það rosa mikil þörf fyrir það að fara inn á svið áður en vísindin hafa staðfestuð, annars erum við ekki að gera neitt nýtt í vísindum. Nákvæmlega. Þú veist, þetta svona, nákvæmlega. Og vísindin kom alltaf langt á eftir út af því að það þarf tíma. Langur ferill að sína fram á eitthvað og sanna eitthvað, þannig að almenningur eiginlega langt á undan vísindunum að finna sannleikann, sko. Akkurat, þannig að þú veist, þetta við förum líka svona í hringum í stóru sögunni, þú veist, ef við fyrir 1000 ára aftur í tíma, þá förum við í svona hringi. Það margt sem að mannkynni hefur náð fram í, þú veist, pólinesísku sæfararnir
eða hérna, Machu Picchu í Peru eða hvað alls konar hlutir eða píramídar sem við hefum gert sem að við getum ekki útskipt í dag hvernig við gerum. Og ég tek oft dæmi pólínesísku sæfarana sem fyrir mörg 100 árum síðan ferðuðust á kanó, svona litlum bátum, kanóum á Kyrrahafinu sem stærsta hafsvæði á jörðinni og kortlögðu nánast allt Kyrrahafið með því að lesa í náttúruna skuggana sem að fjallu af skýjum á yfirborð sjávar, á hegðun fugla, þau lási í öldurnar. Þeir sem voru fremstir lögðu þessi stundum í botni bátana, sváfu kannski 4 tíma og í gegnum svefnin gátu þeir fundið ef eitthvað var ekki í lagi. Þannig að innsæi var rosalega sterkur þáttur og innsæi þeirra inn í Kyrrahafi var svo sterkt með allir sérþekkingunni líka að lesa í náttúruöflin og allt þetta að þeir gátu kortlagt nánast allt Kyrrahafið í samanburði við þekkingu okkar á því í dag sem að með nútíma tækni á vísindum nær í mestalagi 20-25%. Skilur við, þannig að við þurfum aðeins svona auðmýkt og segja líka... Og hefur innsæi skipt meira máli hérna áður fyrr þar sem að það var ekkert annað að stíðast við. Já, og þetta er nefnilega svo góði punktur að ég er ekki alveg viss að það skipti ekki eins miklu máli. Ég held að það skipti nefnilega gríðalegu máli í dag vegna þess að, sko mannstöðar sem ég sagði áðan, þú veist, við fyllum skynfæri okkar heilan, allur líkaminn er að taka þátt í því að pikka upp upplýsingar og þekkingu, hvað ég gera næst. Heilin er alltaf spá fyrir næstu skref, þú veist. Og ef við tökum þetta bara uppfærum þetta tíman í dag, hvaðan erum við að fá upplýsingar? Þú veist, eins og einhver sagði við mig, shamani sagði við mig fyrir nokkrum árum, þú veist, við þurfum að passa okkur að vera ekki ruslatunnur. Að því við getum ekki bara tekið á móti hvað upplýsingum sem við þurfum að taka ábyrgð á því vegna þess að það uppfæri kerfin okkar, skilning okkar, tilfinningu fyrir að tilheyra, þú veist. Og svo er annar sem að mér er mjög hugleikið, sem að mér langar að rannsaka meira. Það er spurningin, skiptir máli fyrir mannfólk að leggja huga við hönd, að vera í snertingu við viðfangsefni fólk og umhverfi, bara upp á geta okkar til þess að halda heilunum í þjálfun, halda innsæin í þjálfun, vera glöð, vera manneskjur, geta elskað, vera klár. Svarið mitt við því núna er so far já og rannsóknir á gervigreindinni sýna okkur að þegar við svona setjum með hendurnar á gervigreindin okkar gagnrýnu hugsun, getur til að rýna til gagns, velta ólíkum hliðum á hlutunum, gera upp okkar huga gagnvart hlutum, staðsett okkur þegar við setjum það yfir í hendurnar of mikið á gervigreindinni að þá grefur það undan bara hreinlega greind okkur að getur til að taka góðar ákvarðanir. Þú veist, þannig að tenging okkar við aftur heiminn, hérna gæsalappi sem við búum í, hvort sem er gatan okkar, fjölskyldan okkar, vinnan okkar, landið okkar, hvað það er. Snertingin við raunverulegt líf er rosalega mikilvæg til að geta siglt ólgusjó lífsins með sterkan innri áttavita. Við getum ekki bara sett hann í hendurnar og tækni eða einhverju öðru sem liggur utan á okkur og við höfum enga tengingu við. En ef við berum saman kannski eins og þetta dæmi sem varst með áðan, þar sem að það var ekki hægt að stíðast við neitt nema innsæið kannski eins og hérna í að kortleggja Kyrrahafið, þú veist, og þá í rauninni þarftu að treysta því. Það er ekki annar ræð. Þú getur ekki farið og spurt ChatGPT sko, út í neitt. Sko. En eins og þú segir, núna höfum við kannski gefið eftir mikið af þessari, hvað að segja, mér langar að segja powerinu okkar, sko, yfir í svona ytri mælikvarða og þekkingu. Þannig að þú ert að segja, sko, að það sem að núna skiptir mestu máli er að fara að virkja innsæið sterkar aftur til þess að geta valið svolítið betur hvað við nýtum að þessum. Til þess að geta treyst okkar eigin dómgreind. Þetta tengjum við öll við. Það er alveg sama hvað við erum gömul, hvað starf við sinnum, hvað störfum við sinnum, hvað sem stjórnendur, alveg sama hvað við erum að gera. Það að geta treyst eigin dómgreind og hugsa skýrt er virkilega áskorun fyrir langflesta. Þetta er eina af stærstu áskorunum sem fólk er að díla við
í dag. Mér langar aðeins bara að segja eitt varðandi, þú veist, að tala hérna Pólínesíu sæfarana, byggðu innsæði sitt. Mér langar bara aðeins að ítreka að þú veist að innsæði þeirra var byggt upp á þekkingu sem gekk kynslóð framan að kynslóð. Hún fór fram í sögusögnum, frásögnum, hands-on kennslu. Komdu með mér, ég ætla að sýna þér hvernig við gerum þetta. Farðu núna út af bátinn, sjáum hvort að þú hafir þetta af, skilur þau? Já, og líka prófa. Í örugglega kerfunum, eins og þú segir, sko, að það, eins og við erum búin að læra núna og vísindin eru búin að sanna að reynsla kynslana situr í okkur og við búum að því eða áföllin að vinna úr þeim. Já, akkurat. En nú kannski svona fyrir áhörundu líka að þetta sé meira svona sko góð dæmi, hjálpa okkur alltaf. Já. Og ef að þú getur tekið dæma því þar sem að eitthvað breytist í lífi fólks við það að það fái svona góða tengingu við innsæið og geti nýtt hana með þessum hætti að nota hana sem áttavita. Já. Og ef þú byrjar á þér hvernig gerist þetta hjá þér, innra með þér, hvernig verður þessi upplifun á því ég er með innsæi og ég ætla að fylgja því eða, þú veist. Já, akkurat, þetta er mjög mikilvæg spurning. Hjá mér var það þannig að ég hélt ég væri alveg tengt við innsæið en ég var það ekki. Þannig að mér finnst það mikilvægt að segja strax vegna þess að hausinn á okkur hann er mjög samfærður með ágæti. Já. Ofsalega samfærður með ágæti. Gæðu mér einhverju tölu, hvað giskar á að margir séu í góðum tengslum við innsæið sitt? Ég get ekki gefið tölu, ég veit það ekki, en það er mjög algengt að vera það ekki. Og kannski bara svona mest borðleggjandi leiðin til að útskýra það. Það er ekki þetta alhafa svona. En ein svona helsta ástæðan fyrir því er svo að við höfum ekki ræktaða í skólakerfum eða þú veist, þetta hefur ekki verið svona beint ræktað og ástæðan er svo að það er ekki auðvelt að endurtaka, mæla og bera saman innsæi eins og það er auðvelt að gera það við rökhugsun og greiningu og tölfræði, þú veist, það er svona svolítið augljóst ástæði fyrir því. Ég er samt með einhverju tölur út af því að vinkonu mín var að skrifa ritgerð þetta í stjórnendanámi sem hún var í. Já. Þar sem hún var að skoða hvað væri stórt hlutfall stjórnenda sem væru með þessa tengingu við innri visku. Já. Og það var innan við 10%. Já, akkurat. Þannig að þá sem væru svona hvað er að kalla sem sagt það er til eitthvað hugtak yfir þetta ekki, þú myndir örugglega þekkja að vera svona í sjálfstýringu, að vera stýrður af innri visku í rauninni. Já, sko við tölum oft bara á ensku er oft talað bara inner compass, alignment og mastery of intuition. Já. Og mastery of intuition, þú veist að ná meistaratökum að innsæinu út af reynslu og þekkingu og reynsla er rosa mikilvæg, þú veist, að hafa farið í gegnum upp og niður og allt þetta. Meistaratöku innsæinu fela til dæmis í sér að þú sem einstaklingu, hvort sem er stjórnandi eða einhver að gera eitthvað annað, þú stendur frammi fyrir rosalega flóknum aðstæðum sem við þurfum að grípa mjög hratt til aðgerða. Við höfum ekki tíma til að setjast niður og gera plön. Sá sem hefur vel þjálfað innsæi er miklu fljótari að átta sig á forgangsröðun aðgerða, hvað þarf að gera og hvenær, hvað kemur númer 1, hvað kemur númer 2, miðað við þann sem er tiltölulega nýr á sviðinu eða er ennþá föst eða fastur í sem sagt skapalónum og svona aðferðafræði. Já, er ekki alveg búin að fá aðferðafræðin í kroppin með reynslunni. Að löngleið frá huganum í hjartað er stundum sagt. Kannski... Já, það tengist því alveg, einmitt akkurat. Sjáðu bara fyrir þér, þetta er eitthvað sem ég held að allir tengi við. Þú ert að læra píanó og þetta getur átt við ölsið. Þú ert að læra píanó, þú lærir fingrasetninguna. Já. Svo lærir tónstigan, tónfræðina, hugsanlega. Þú lærir allavega fingrasetninguna. Þú ert að æfa því inni. Já. Og þú ert alveg bara einbyttaður í því, bara með tungun út að vandaðir og svo mikið. Og svo ertu búin að gera þetta svolítið oft. Og það hægt að rálega sekkur þessi nýja þekking úr vakandi fókusir á huganum niður í sjóin innar með okkur sem er innsæið og verður bara þekking í kroppnum. Já. Og þú ert ekki að pæla í lengur.
En ef þú ert að spila mikill innlifun, þannig er það að hrífa fólk með þér og þetta er alveg stórkostlega viðburður sem við erum að vera vitnar. Já. En ef að þú lappar upp að mér og ég er að spila svona í feeling á píanóið, pikkar í öxlunum og segir, Hrund, rosalega þetta flott hjá þér, hvernig fer það þessu? Það allt í henni verið meðvituð og ég bara stoppa. Já. Að því ég var bara í flæði. Já. Akkurat. Og í flæði þá er ákveðin tegund af okkar rökhugsun búin að stíga til hliðar og er ekki alltaf að finna að hvað við erum að gera og spura hvað ætlum að gera næst. Heldur vélin er bara í gangi, þetta er bara hringrás, þetta er bara ótrúlega flott flæði. Já. Og það er held ég líka ástæðan fyrir því að innsæið okkar, við erum aftengt innsæðin okkar, að því við erum svo föst í hausnum. Við erum alltaf að plana, við erum alltaf að greina, við erum alltaf að spyrja af hverju, við erum alltaf búin að plana næsta skref, staðan fyrir að stíga aðeins líka í hælana, setja athyglinni í hnakkan, jafna okkur aðeins að og vera svolítið í núinu, vegna þess að þegar við erum í núinu, þú nefndir Alfreð áðan, ég tók viðtal við hann fyrir bókina mína, þannig kynnumst við. Já. Og Er hann svona innsæis uppgötun hjá þér? já, sko, ég vissi ekki að þessi ótrúlega magnaði handbolta leikmaður og þjálfari, þú veist, ég hafði bara ekkert hugsað það með hann, skilur, ég heyri viðtal við hann og ég bara, vá, hvað þetta er magnað. Þá er hann sem sagt mjög þjálfaður í rytmónum tveimur, eins og ég kalla það hluta aðferðfræði innsæi, hann vissi ekkert hvað það var, skilurðu, en það þýðir að hann vinnur undir mikilli pressari, milljónum manna fylgjast með honum, hann þarf að delivera, hann þarf að skila sigri og ákvarðanir eru teknar bara sekundubrótum, skilur, í leik. Hann þrífst alveg á þessar orku, rosa mikill hraði og pressa á svona og undan þessu á sér stað æfingatímbil, mikil greining, tölfræði og allt þetta. En þess á milli stígur hann út úr þessum heimi og fyrir inn í hinn heiminn sinn sem er náttúra, hreyfing, bíflugur, þú veist, láta hugan reika, lesa bækur, þú veist. Og það eru svona dæmi um 2 rytma. Þú þarft að báðum að halda til þess að halda tengslu við innsæðið þitt. En það sem ég ætla að segja með núvitund fyrir okkur öll, að vera svolítið grounded og present. Þegar við erum algjörlega á staðnum í sjálfum okkur, við erum ekki að hlusta fólk og bíða eftir að fá að tala, heldur við erum raunverulega að hlusta fólk. Við erum einhver staðar upp á fjalli að labba og við erum algjörlega bara upp á fjallinu að labba og við erum að fylgjast með aðstæðum, við erum að fylgjast með veðrinu, við erum að fylgjast með kannski snjónum undir fótunum á okkur. Þegar við erum svona present, þá eigum við best með að sækja alla okkar þekkingu, reynslu, sérhæfingu og innsæi til að taka réttar ákvarðanir í mómentinu. Og eins og Alfreð orðaði það í bókinu, ég hef þessa setningu mjög oft eftir honum, að það að vera svona á staðnum, present, undirbýr okkur best fyrir hið óvænta. Þannig að fyrir leiki og honum, þá tekur hann moment fyrir leiki, smá tíma er hann búin að preppa liðið og gera allt að græja, stígur hann til hliðar og les kannski bara í sagnfræðibók. Já. Gerir eitthvað allt annað til þess að skapa þetta rými, til að vera algjörlega á staðnum, til þess að geta gripið óvæntar sendingar þegar að koma á sekundubróti og gert eitthvað gáfulegt við þær. Þannig að það er ekki svona sérstakur undirbúningur eins og hugleiðsla eða, þú veist, og hann er ekki að vinna þannig með Nei, veistu sínum að við mönnum. eigum öll ólíka leiðin í þetta. Já. Hugleiðsla er rosa mikilvægt tæki, þú veist, að því að önnur ástæðin fyrir sem ég ætlaði að nefna að okkur fólk er ekki svona tengt við innsæði eins og þú veist að vísi þessar rannsóknum, mjög áhugavert. Er vegna þess að það er eiginlega allt í kringum okkur sem hvetur okkur til að, sem er að ræna athyglin okkar frá okkur. Þannig að það er svo erfitt að ná þessari stillingu á heilan og hugan þar sem við höfum aðgang að innsæðinu. Hugleiðsla hjálpar rosa mikið til við það og þú veist allt um það. Fyrir suma er það, þú veist, jóga líka, það er hreyfing, það er elda góða mat, það er að prjóna, eitthvað sem að kúplar þig út úr þessum fasa að vera að gera og skila af þér og taka næsta skref og plana. Vera að hugsa. Já, þú veist, og vera að keyra fyrir næsta hotn og hafa ekki tíma til að bíða rauðu ljósi, veist. Já. Þetta er bara að ná í skotti á sjálfu sér. Ok, en mér langar svolítið að ná svona konkrétt dæmum og ég veit að þú auðvitað fer þessa leið út af því að þú varst kannski búin að týna þér í þessu svona spennu ástandi og hugarvíl og þú veist áhyggjum og svo leið, sko. Já. Þannig að þú kemst á einhvern stað þar sem að
þú þarft að gera breytingar á lífiðinu. Já, ég í rauninni sko, ég er ótrúlega lánsam, ég fæðist á Íslandi og ég næ á 20-aldri tökum á fókus og huga og næ virkilega að læra. Stend mér vel í skóla, fyrir góða háskóla og ég er mjög ung þegar ég fæ draumastarfið mitt í rauninni. Og ég fer að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar eftir stríð í Kosovo og þar gengi bara inn í opið sár og ég bara hér ætla ég bara að gefa allt sem ég á. Ég hef ekki vinna neina kvarta, fólki sem ég er að vinna með er traumatæst, þetta samfélagi er bara opið sár. Og ég var 26 ára gömul og þegar ég var yfirmaður hjá sérstofnun Sameinuðu þjóðanna og þetta var svona mitt hugafar. Ég gekk rosalega hart að mér og alveg upp á því magni að ég vaknaði einhver tíman nóttuna og ég sá pöddur skríða á líkamannum en mér var bara að dreyma það. Þú veist, þetta er bara svona rosalegt álagsmerki. Akkur heldur þú að fara svona illa með þig? Sko, ég gaf mér engan slaka. Ég vann alla daga vikunar, þú veist, ég tók ekki helgafrí yfirleitt og þú veist. Þurftir að sanna eitthvað? Nei, ég var svo ástríðufull. Þetta var svo sterkust, ég var svo drifin áfram að vilja gera gagn. Sko, það að vera ástríðufull og hafa svona opaslega ánægð einhver, það getur líka tekið okkur yfir mörkin okkar, þú veist. Og síðan fæ ég ævistarf hjá Sameinuðu þjóðunum og flytti Genfar og þar gengi inn í svona rosalega mikið bákn, stofnun. Skrifinsku, stigskipan, goggunaröð og þar fannst mér ég vera rosalega aftengt bara fólki og viðfangsefnunum sem vorum að vinna að. Mér fannst þess að við varum bara svolítið að þjóna kerfi, þú veist, kerfi einhvern veginn og mér veist að ég var ekki alveg að fíla með þar og svolítið líka svona mitt frumkvöleðli og ég fann að ég var svona stífna upp, þú veist, það bara ég fór að dagdreima það sem ég langaði að gera þegar ég fór eftirlaun. Að ég var svo ung þegar ég fekk þessa fastráningu og ég var búin að reikna út ég geti fara eftirlaun 55 ára. Þá ætla ég að sem er allt sem ég er búin að vera að gera síðustu árin. Þriðja lagi, þá fór ég gegnum mjög erfiðan tíma persónlega og það einhvern veginn bara braut mig nánast. Og þannig ég hafði þá orðalega á þeim tíma, mér leið bara eins og ég klesta vegg eða jörðin undir fótunum að mér hafi horfið. Við töluðum ekki burnout, kulnun þá. Það var ekkert í umræðinni. Ég var 20 eitthvað ára, það var enginn að upplega að svipa og ég. Ég kom úr rosalega ólíkum heimi frá vinum mínum frá Íslandi, skilurðu. Þannig að ég klest á vegg og líkamlega var ég orðin veik og læknir sagði mér ég myndi hugsaðlega aldrei geta unnið fullt starf aftur. Og þetta er náttúrulega rosalega löng saga til að gera hana stutt að þá leið mér eins og ég var að berast til lífi mínu. Og ég man ég leiti spegil og það var engin glampi í augunum og ég bara hrund, þú veist, hvar ertu? Hvað heldur þú að hafa verið þannig gangi á þér? Þú segir berjast fyrir lífiðinu, fannst þér eins og bara sálinn verið búin að yfirgefa þig eða eitthvað? Mér leið bara eins og ég var bara komin í þrot og ég hafði rosa svona lítið svona öryggi, ég fann fyrir rosa litlu öryggi. Það var svo rosalega margt í mínu lífi sem var einhvern veginn bara búið að snúast á hvolf. Ég hafði enga orku. Ég var ógeðslega þreytt. Og ég svona misti von og ég vissi ekki líka átt ég var að fara. Ég hef alltaf haft von og skýra svona... Þú ert ein alveg úti eða þú segir missi öryggið. Er það þá, ertu ein sem sagt fjarri ástunum? Ég held að öryggi í þessu samhengi og í tengslu við innsæði líka kemur fyrst og fremst innan frá manni. Það var ekki alveg nógu vel staðsett þar. En þetta er svona að klessa vegg, ég var, þú veist, komin inn í bara ákveði myrkur og eina leiðin út var að fara inn á við. Og þar fer ég að skoða innsæðið. Og ég fæ leiðsögn frá vitrara fólki en ég var. Ég fer að lesa rosalega mikið og það var ekki mikið til á íslensku. Hvað gerist þarna? Þú segir hafa fengið ráð, ferðu í einhverja svona, þú veist, meðferð eða viðtal hjá sálfræðingi eða eitthvað svoleiðis eða hvernig? Nei, ég fór ekki til sálfræðings og ég sem sagt sko til að ná mig líkamlega aftur og fór í sjúkuþjálfun og svo fór ég í svæðanutt og svo fór ég bara að kynnast alls konar fólki og ég kynnist konu sem er heilari og hún er látin núna en hún snerti mig alveg virkilega. Hún svona hjálpaði mér að tengja við innsæi mitt og það var ótrúlega dýrmætt, þú veist, og það fylgir mann alla ævi. Hvað gerist í svoleiðis
hvernig svoleiðis reynsla? Tilfinningin svo Já. að þú allt í einu kemur aftur í líkamaðinn, svolítið. Þú veist, þú ert ekki, hugurinn er ekki bara einhvers staðar á fleygiferð, þú býrð ekki bara í hausnum, þú ert allt í einu, það er meira svona, þú ert meira samstillt, það er bara, það verður allt skýrar, þú veist, þú ert ekki með svona, sko lýsingin sem ég hafði fyrir hugan á mig þegar mér leið sem vest, var með leið eins og ég var með þurrt hveit í hrærivél alltaf og það var í hausinn á mér. Það bara spreyjaðist hveit út allt, fór allt, þú veist, ég bara náði ekki, ég hendi ekki reiður á neinu. Og það er rosa erfiður staður að vera á. Þú sefur illa og svona, ég þurfti að læra að sofa aftur, ég þurfti að læra að borða holt, ég þurfti að læra að beita líkamannum með öðruvísi, ég lærði hugleiðslu, núvind, þú veist, ég fór alveg bara í þetta allt. Og Og þú segir, það var eins og að mæta inn í þig. Já, ég kom aftur heim til mín. Koma aftur heim til þín. Já. Þannig að þú hafðir á einhvern hátt svona yfirgefið þig. Já, það var einhvern veginn svona, já, ég var algjörlega við hliðin á mér einhvern veginn, eins og ég hafi farið úr lið bara. Og er það þá eins og þú finnir fyrir þér upp á nýtt með einhverjum öðrum hætti eða farir úr hausnum í einhvern veginn kjarnan eða... Já, þú veist, mín lýsing er bara það sem ég tengi best við er að bara koma heim til sjálfur mín, þú veist, það er eins og vera svona svolítið, svona bara zombie, svona gestur í einn líkam, þau eru ekki tengt við sjálfa þig, við innsæið þitt. Og tengt við sjálfa þig, þú veist, og svo er innsæið leiðin til þess að tengjast inn á við aftur. Það er líka leiðin til þess að þróa sterkan inn í áttavita. Er þetta eins og svona breakthrough? Eða, þú veist, verður þetta svona umbreyting fyrir þig og bara allt í henni ertu bara komin og þá er þetta, ég komin með innsæið eða er þetta eitthvað sem að það er lengri tíma til þess að þróast? Það tók alveg tíma að þróast. Já. Og rosa mikið fram og aftur líka. Finnst þér núna vera tengt innsæðinu? Já, ég veit alveg munin á því þegar ég er algjörlega stilt inn á það og þegar ég er það ekki og það veit ég líka hvað ég þarf að gera til að stilla mig inn á það. Sko ég held að enginn okkar sé alltaf 100% stilt eða stilturinn innsæði, þú veist, við erum svo menn, við erum svo breysk, við erum svo ófullkomna og svo æðislegt, skilur við. En máli er, og ég held að enginn búti sé það heldur, sko, þú veist, ég held að bara mannvera er breysk, ófullkomin og þegar við missum tengslinn þá þurfum við að, þá er svo gott að vera búin að kortleggja sig til þess að skilja hvað ég þarf að gera til að koma aftur, skilur við. Og þú veist, og það er alltaf lagi að vera ekki alltaf alveg bara eins og jóki, sko, það er bara fína lagi, fínasta lagi, en það er mjög mikilvægt upp á sjálf okkur og leið okkur í lífinu og bara það geta vakna tiltölulega glöð á morgnana og fyllt okkar erindi og fundi í farveg eða bara sinnt vinnun og fólkin okkar, þá skiptir rosa miklu máli að finna það í kroppnum þegar við erum orðin, hvort sem er heilin eða restin líkamannum, þegar við erum orðin aftengt og vita svo hvernig við erum að koma aftur til sjálfur okkar, hvernig við getum tengt aftur við okkur. Ég finn það í líkamannum, ég finn það í haustnum. Er það á ákveðnu staði í líkamannum sem þú finnur innsæð? Ég veit að þú tala um gut feeling. Já, sko ég fæ oft nút í magan. Ef eitthvað er bæði, ef eitthvað er rangt og líka ef ég er tilbúin í eitthvað. Og þá þarf ég að vita munna því. Ef ég er farin að vera of mikið í hausnum, þá fæ ég í dag bara bókstaflega svona hausverk eins og sem í hjálm. Mér líður sem ég óslega þungan hjálm, ég bara, kemur þetta. Þá þarf ég bara að hætta að hugsa, að ég elska að hugsa, ég er nörd, þú veist, ég elska að skrifa og hugsa og tengja og þá þarf ég að gera eitthvað annað. Og það er meira gaman upp í hausnum. Það er partí í hausnum. Það er alltaf partí í hausnum, sko, en hitt er þægilega að vera hérna með þessa tengingu við innsæði, sko. Já. En út af því að tíminn okkar er að klárast og mér langar svo aðeins að ná utanum þetta ferðalag þitt. Hver er munurinn á lífið þínu í dag og þarna þegar þú ert, ekki heima? Hvernig líf er, ef þú bara segir svona rétt aðeins hvernig svona góðu dagur væri lífið þín í dag? Sko, ég næ að lifa miklu betur með hugrekkinu mínu. Ég er ekki mjög upptekin að því hvað aðrir hugsa mig, hvað aðrir finnst. Ég er bara, í gegnum þetta ferðalag þá hef ég náð að lifa meira í takt við sjálfa mig. Það er rosalega góð tilfinning, þú veist. Ég er ekki alltaf að kíkja klukkan og bíða eftir að vinnudagurinn er búinn, af því að ég er að lifa það sem að mér vil skipta máli. Eitt dæmi eitthvað þar sem að innsæði gjörbreytti aðstæðum þínum á einhvern hátt, þar sem eitthvað kom upp í hendundan að þér út af því að þú treystir á innsæðið? Það er nú örugglega bara mjög margt, sko. Ég meina, ég myndi segja, þú veist, að
vegferðin mín í dag byrjaði þegar mér leið alls ekki vel og það komið til mín bara einhvern veginn, þú veist, ég rakst á orð, bækur, skapaði tengingar sem að tengjast innsæðina og ég hef endlega verið að nota það orð á þeim tíma, skilur ég. Og það kom til mín efni við fólk sem að, þú veist, ég líti baka og þetta allt bara eitthvað svona sem grunnurinn af því sem ég að gera í dag en á þeim tíma var ég eina vinnan sem að, sko, verkefni sem ég hafði var að tengjast sjálfur mér. Þá komið til mér svona hlutur og mér fannst þér ekkert make any sense endilega þá en eru í dag algjörlega grunnurinn að þeirri vegferð sem að ég hef svo, þú veist, þegar ég 20 eitthvað ára gömul áður en yfir 30, þú veist, áður en yfir 30 er búin að segja upp draumastárunum mínu og breyta öllu og síðan þá viðmiðið mitt alltaf fyrir öll störf og öll tækifæri þegar kemur, þú veist, að einhverju faglegu eða eitthvað slíku. Ég mátaði alltaf við innsæið og það er tilfinning og ég þarf ofta að sofa því til að vita hvort eitthvað er rétt eða rangt. Já. Og það er ekki, ég reyni að sneiða fram hjá hégóma. Þú veist, ég reyni að sneiða fram hjá mér vantar fleiri skraut í barminn. Já. Og það er kannski að því ég fekk skraut í barminn svo ung. Ég veit það ekki. Þú veist, það er kannski auðveldra fyrir, ég veit það ekki, þú veist. Ég veit ekki hvernig fólk upplifar það þegar maður segir svona. En áttu auðveldara með tengsl við til dæmis börnin og já, þetta er mjög góð spurning. Já, ég á miklu auðveldara með tengsl og ég er miklu opnari heldur en ég var. Og ég held að ég hafi sem lítið stelpa verið opin og svo lokaðist ég tíma og ég held að þegar maður lokast tíma þá veit maður ekki að maður sé búin að lokast. Skilurðu? Þannig að tengja sjálfur mér svona djúpt í mestu auðmýkt á hnjánum í lífinu. Já. Að það kemur inn að minni kviku líka. Þannig að ég tengist fólki allt öðruvísi dag og ég bara ábyggilega byggja upp öðruvísi tengsl, skilurðu. Ég mæti fólki stundum kannski ekki alltaf öðruvísi en líka bara miklu dýpra og einlægar og frá öðrum stað einhvern veginn. Þannig að það eru margar gjafir sem koma með þessu innsæi að vera tengdur sjálfum sér. Já, það eru rosa margar gjafir. Ég hugsa, þú veist, að ef ég hugsa bara lífi manns, þú veist, hvernig maður vill vera með fólkinu manns og hvernig manneskja maður vill vera, að ég hugsa að ég myndi allavega vilja ljúka lífinu þannig ég væri tengt við innsæi. Já. Ég held að það sé bara mitt markmið. Viltu það segja okkur bara örstuð hérna í lokin, þú ert að halda námskeið hérna á Íslandi og ert að halda fyrirlestra og hérna, já, ert með mjög áhugavert efni sem að kannski fólk vil kynna sér. Ertu með heimasíðu eða hvernig fær fólk upplýsingar? Akkurat, ég er með heimasíðu sem er hrundgunstisdóttir.com. Svo er ég líka á Instagram og Facebook og LinkedIn fyrir það sem eru þar. Og ég er með fréttabréf líka sem er á Substack. Já. Þannig að fólk allt getur þetta að finna á síðunni. Já, googla bara Hrund Gunnsteinsdóttir. Og endilega senda mig línu ef eitthvað er. Frábært, takk fyrir þetta og ég óska öllum þess að fá tengingu við innsæi sitt og við sjáumst bara fljótlega aftur. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.